Flóðasaga Seyðisfjarðar miklu eldri en áður var talið. Við fornleifauppgröft, við þann stað sem talin vera landnámsbærinn Fjörður, fundust fyrir sumar merkileg kuml og bæjarústir undir áður óþekktum skriðum. Upphafið af sögunni hérna er landnámsbærinn Fjörður og í honum var búið alveg fram á 20. öldina. Og svo byrjaði að myndast svona smá þéttbýli hérna fyrir ofan bæinn hérna í hlíðunum og það voru minnst kosti 11 hús sem eru þekkt með hérna bæjarheitum sem fóru í snjóflóðinu 1885 og við könnuðum þetta svæði allt í fyrra. Við vorum að athuga hvort við fyndum einhverja leifar að þessum húsum og við töldum að eini staður sem eitthvað væri eftir, það væri það sem við erum búin að vera að grafa í sumar. Að það hús hefði ekki farið alveg í flóðinu, en sum þeirra fóru bara hérna alveg niður í sjó og enda er þetta mannskæðasta snjóflóð á Íslandi. Síðan byggist upp hérna semst á 20. öldinni, þá eru menn ekki að byggja aftur upp einhverja bæi hérna í hlíðinni, heldur bara fjárhús, þannig að hér er að finna, já ég er sennilega upp undir 10 fjárhús og svo kom náttúrulega herinn hérna og hér eru herminir út um allt. Við höfum skráð yfir 120 fornleifar eða minjar á þessu svæði og vorum með forkönnun í fyrra þar sem við tókum 34 skurði og svo hérna þá í sumar að það var að grafa þetta bæjarstæði, mylluna og eitt útihús sem við erum líka búin að grafa upp og svo næsta sumar ætlum við að fara í bæjarstæði í Firði og túnið af því að könnunaskurðir sýndu okkur það að þar er að finna fullt af mannvistarleifum sem eru undir þessum 2 skriðum sem við erum búin að finna sem önnur kringum 1400 og svo er nú sem ekki alveg búið að aldursgreina þessa skriði sem við erum með á þessu svæði sem við erum að grafa í dag en við vitum að við erum með skriði sem að fjall sirka 1150 þannig í kringum bæjarstæði og í bæjarstæðinni Firði þá er nú þekktur svona bæjarhóllinn þar en við fundum út að bæjarstæði var miklu stærra þannig að það er töluvert af mannvistarleifum sem við erum að fara að grafa þar. Og svo gerðum við könnun núna daginn út af skriðinu sem við fundum hér og kumlinu og öllu að við sem verðum að kanna svæðið hérna á milli frá kumlinu og suður af bæjarstæðinu og þar erum við komin niður á heilmikla mannvistarleifar sem virðast vera undir sömu skriðu. Þannig að það er mikil saga og hér er nú upphafið af sögu Seyðisfjarðar þannig að þetta bætir mikið við þeirri þekkingu. Til stóð að uppgreftrinum líki í byrjun september en haldið hefur verið áfram vegna þess að stöðugt hafa komið nýjar minjar í ljós og nú er talað kumla teig þar sem 4 kuml hafa fundist og fjöldi gripa eins og spjót, taflmaður, næla, bátasaumur, fleiri járngripir og minni gripir. Einnig hafa fundist þar einstakar perlur. Það er semst mörg byggingarskeið af þessum húsum, síðan teljum við okkur vera kannski með leifar einhvers konar gangabæ sem er enn eldri. En svo það óvæntasta var nú kannski að koma niður á minja frá 11. og 10. öld og þannig að síðasta mánuðin erum við búin að grafa upp kuml og fullt af mannvistarleifum sem ég til vera frá svona, 11. til 12. öld og við erum ekki alveg komið með svör við öllu ennþá en kumlið er hérna og ýmsi gripi sem eru frá 10. öld sem að sennilega tengjast í þessu kumli. Það hefur sennilega verið 2 kuml og í þessu kumli sem við erum búin að fullgrafa þá fannst hálfur hestur og leifar af manni, ekki öll beinin hans, þannig að sennilega er þetta hestkumlið og við vitum ekki hvar kannski kumlið hans var. Við sjáum að það hefur verið bæði skemmt á 11. til 12. öld en hugsanlega verið farið inn í það líka áður. Og í kumlinu fundum við bara rónagla eða bátasaum og svo 2 gripi sem er einhvers konar málmur og það leysist ekki fyrir að þjóðminjasafnið er búin að taka röntgen eða hvað það er en það gæti verið tengt kannski beislunni eða einhverja sylgjur. Svo í þessum lögum sem við höfum verið að grafa upp frá 11. öld höfum við verið að finna víkingaldagripi. Við fundum núna taflmann og hnefatafli og við höfum fundið kléberg sem er innflutt frá Noregi og við erum búin að finna mjög fallega rafperlu og síðan töluvert af rónöglum eða bátasaum. Þannig að við erum að velta fyrir okkur hvort einhvers staðar hafi verið kannski bátskuml. Ég kem kannski óvart þetta væri þessu svæði en þegar maður samt fyrir að hugsa þetta þá er bæjarstæði nú bara 100 metrum sunnan þannig að einhvers staðar hefur nú kumli verið og við vitum að bæjarstæði í Firði er alveg frá landnámi. En það sem við áttum ekki vona á og var það að hér myndi leynast skriða yfir þessu öllu. Við gerðum forkönnun í fyrra, 34 skurði hérna í hlíðunum og töldum ekkert vera fyrir neðan þessa skriðu sem við sáum þá.
kemur síðan að ljós að þessi skriða alltaf að metris þykk og undir henni allar þessar mannvistarleifar. Og við sjáum líka að skriðan hefur tekið með sér eitthvað á húsum því við sjáum svona torrleifar í henni. Þannig að já, þetta kemur okkur á óvart og hér sennilega að fæðast nýtt svona tímatal fyrir skriður því að þær eru fleiri því að við fundum skriði í fyrra sem var hægt aldursgrunn til 14. aldar og þessi þá ennþá eldri. Og við sáum bara þetta ekki fyrir í fyrra. Við ætlum að vera hægt í ágúst og hér erum við enn í sólinni í Seyðisfirði. En verkinu hvergi nærri lokið og ætlunin að halda áfram næsta sumar. Það kom í ljós fullt af miðaldaminjum undir skriðu frá 1400 og svo sýnist mér að við vorum að taka fleiri könnunaskurði hérna á milli svæða að við séum líka að fá mannvistarleifar undir þessari skriðu sem þá enn eldri. Svo það verður stór uppgröftur í nokkra mánuði næsta sumar. En þetta ekki draumur sérhvers fornleifafræðings að komast í svona stórverkefni? Jú, minjarnar eru ekki að svíkja okkur og ekki heldur veðrið. Hérna nú búið að vera sól síðan held ég 18. júní og bara hausti gott, þannig að það búið að vera alveg frábært að vera hérna.